Hérna segir hann mér að fara til hægri sem ég má ekki. Já. En þú fer bara hér og hún leiðréttir þetta. Allir sé ekki bara best að fara hérna niður til og niður Breiðholtsbrautina, það langt fljótlegast. Já, við ætlum að þess að byggja á rúndin. Ég er ekki kominn eftir klukkutíma, þá sendur þú hjálparsveit. Segir mér að gera allt sem ekki má. Já. Ég veist það sé bara, það er bara Það getur alltaf að fara hérna niður til. Og við getum líka að fara bara beint hérna. Þá farum við sko niður Breiðholtsbrautina. Já, en við í hérna umferðarlega sem var nú búið að reyna að koma í gegnum þingi í 20 ár. Já. Tókst fyrir 2 árum. Þá vorum við að svona byrja að heimila eitthvað í kringum þetta sjálfgerandi. Já. Og svona vísir að því, en það kallar alveg á breytingar og alveg örugglega þurfum við að gera einhverja sko, það þarf að setja reglur einmitt útlitið á skiltum og tíðni og hvernig skilaboðin eru og línur. En það er samt sem við svona aðeins byrjað í þá veru út af þessu. Já, svo voru til dæmis Finnar framalega í rannsóknum á því að hérna þróa þetta í snjó og svoleiðis. Þannig að það sé... Þeir voru konur, við fórum einmitt til Finnlands til þess að læra hvað þeir voru að gera. Já. Og reyna svona að elta þá. Já. Og þess að fara allt og hratt, fram úr allt og öllum. Já. Það verður að gera... Og svo gerist þetta mjög hratt. Já, þetta kannski gerist full hratt með við innviðina. Hvernig ekki, hver er stefna stjórnvalda? Er það ekki bara eins og varst að segja það, verið að skoða? Jú, og meina bara hérna tökum umræðina hérna frægu borgarlínu. Já. Þar eru sér rými. Já. Sem sagt hérna sérreinar fyrir strætóinn. Já. Það auðvitað að hugsa þannig að það sé hægt að vera með bæði forgangsbíla. Já. En jafnvel getur við byrjað það líka að vera með sjálfkeyrandi bíla. Á slíkum vegum. Já. Og það verið svona fyrsta svona... Við vitum alveg að það eru komnir svoleiðis bílar til þess að keyra í umferð. Já. Þó þau séu kannski... Og í einhverjum borgum með Evrópu eru fannir að keyra svona mini-strætóar. Já. Sem eru mannlausir. Sem að hérna eru þá að keyra í einhverju leyti sérrifum. Já. Og það var alveg hugsað að hérna, það var eiginlega svona seldi mér hugmyndin að áður en ég skildi nákvæmlega hvað þeir voru að tala um, þessi borgarlínumenn. Já. Að þarna væri við í raun og vera fjárfesta líka til framtíðarinnar. Hvað varðaði forgangsbíla, varðaði sjálfkeyrandi bíla, hugsanlega sko deili-akkerbíla. En alveg klárlega þessi sjálfkeyrandi. Já. Að þar mættu þeir byrja og meðan að þeir væri verið að þróa hérna. Já. Og allir að læra á hvernig þetta virkar. Það þurfa líka þeir sem eru að keyra sín eigin bíl, þurfa bara að læra að það sé einhver mannlaus bíl að gera þetta. Já, við þurfum að verða undirbúin því, sko. Ég get sett strax á hérna þennan skinnvattar hraðastillir. Já. Og þá set ég hann í rauninni, það þarf að vera allavega á 25 km hraða, við skulum bara fara hérna út. Teslan, hún les líka það ekki umferðarskiltin? Jú. Teslan les umferðarskiltin. Það enginn farin að keyra bara samkvæmt hérna Nei. GPS og línum? Nei, það er enginn farin að keyra eftir þessu, sko. Það er, sjáðu hérna til dæmis 60. Ég seti þetta hérna á. Hann fer strax í 60. En þessi bíll hérna fyrir fram mig, hann stýrir hraðanum mínu núna. Ég er ekki að gera neitt. Nei, þú fer ekki, það er bara búið að stilla ákveðna fjarlægð. Já, hann heldur henni. Ef hann fer, þá fer hann ekki upp í meira en 60. Já, af því að það er hámarkshraðinn. Já. Og hann þarf að sjá þessi skilti. Þetta, hann er að lesa þetta og senda svo, það eru upplýsingar í bílinn hérna, nú dregur hann alveg úr.
Og þessi Og bíll, það af því að við erum bara hinir að hægja. já, það bara út af því. Og þessi bíll með svokölluðu stop and go, sem þýðir það að ef hann stoppar alveg, þá stoppar hann alveg og fer af stað þegar hinn fer af stað. Já, ok. Þetta virkar þannig, sko, það er svona... Er það mismunandi á þessum bílum? Já. Teslan ekki með þessu stop and go kerfi. En eins og hérna rautt ljós. Já. Lesa hann það? Nei, hann stoppar ekki. En Teslan komið þannig búnað og það eiginlega, má segja, þeir séu komnir svona kannski hvað lengst með þetta. Eins og autopilotin. Það hægt að sleppa höndum á stýrið, bíllinn stýrir. En hann slekkur á því mjög fljótlega vegna þess að það ekki leyfilegt að nota þennan búnað hér. Nei. Þú verður allavega að hafa, þetta er svona svo að hafa taumsamband við hest, þú verður að hafa svona. Já, það þarf að vera, svo þetta ekkert tilbúið. Við erum ekki komin með vegakerfið svona langt að geta látið bíla. Maður hefur séð myndbönd eins og varst að segja, við vorum að tala áðan. Þá hefur maður séð myndbönd þar sem að þú getur undir vissum kringumstæðum alveg látið bílinn keyra og honum tekst það. Það má heldur ekkert koma hérna mikið á, má ekki vera kafandi umferð, sko. Nú er ég kominn á, hérna, aftur. Ég á 61 hérna núna. Ég ítti bara á set. Þá grípur hann sjáðu þetta hérna skilti. Núna ætti hann að grípa það. Hann gerði það ekki. Hann las það ekki. Sá það ekki? Nei. Þannig að það skiptir þetta máli í hvað hæð þessi skilt eru. Já, það skiptir máli. Það eru nú væntanlega í staðlari hæð. Já, mörg þeirra. En svona, til dæmis ef ég að aka bílnum, ég bý í Keflavík og það svona, hérna, það ekur maður yfir hringtorg. Já. Á veginum sem að liggja eins út í Hvassahraun og maður kemur á Vogaafleggjar á þessum stöðum, að þá skynjar bíllinn í sér hringtorg og dregur úr ferðinni. Af því það er hringtorg? Af því það er hringtorg, hann fattar ekki að... Er það út af merkjum sem eru að sýna hringtorg eða bara því að hann veit að það er hringtorg? Nei, það er út af merkjum GPS-ið segir honum það. Og hann þarf alltaf að lesa þessi merki. En þessi merki eins og hér, þurfa þið að vera einhverjum tilteknum, millibili. Eða ef það eru 60 núna getum við keyrt í 500 km að það kemur ekki annað merki. Já, það ætti að gera það, sko. En ég var til dæmis að keyra frá Keflavík áðan og þá fór hann í 70, það sem var talað 80, sko. Já. Sér það hérna. Hér er 60 og hér er 60 merki. Hann ekki að lesa þetta núna akkurat, sko. Þetta sýnir, sem sagt, gefur upplýsingar hversu langt á milli bílana á að vera. Og ef ég sett hérna til dæmis fer bara í 70 hérna, þá á hann að lesa skiltið og þetta niður í 60. Og þetta niður í 60. Gerir það ekki? Hann gerir það ekki. Og þá er líka spurning, sko, er það bíllinn eða er það skilt? Þetta er svona það sem að þegar ég byrjaði að vinna þetta með Heklu þá töluðum það til dæmis ákveðnum staði í Ártúnsbrekkunni að læsa hann 2 skilti. Annars vegar 80 og svo aðriðinin upp að Nesti. Já. Það ertu komin í 50 alltaf. Þetta er hlutur sem við verðum alltaf bara að læra. Ég meina, þetta er bara nýtt fyrir alls staðar í borgarkerfinu. En þeir lesa líka línurnar, það ekki, á veginum? Hann, sem sagt, ég get fengið þennan bíl með akreina-stýringu svokallari sem að heldur hann þá inn á. Svo sér að ég ekki að gera neitt núna, sko. Nú bara dregur bílinn úr ferðinni með þessu stop and go. Og hann er alveg stopp núna. Og svo segir hann hérna að skynvætti hraðastillirinn sé bara tilbúinn fyrir mig leið og þessi hreyfir sig. Og akreina-stýringin, hún virkar þannig að línunar, hann þarf að sjá línunar. Já.
Og þær verða þar alveg að vera málaðar skýrt. Já, hann átti að fara af stað, hann gerir það ekki. Þú settir hann í gang. Ég sett hann í gang. Og núna er ég rétt ítt á pedalan og þá fór hann upp. En það til dæmis gerðist ekki, hann gerði þetta sjálfur áðan. Þannig að, og hann með akrina vara sem segir mig það ef ég er eitthvað að flökta. Já. Og svo getur hann stýrt sér innan akrinana ef ég vil. Svo vorum við með leigubílstjóra í viðtali daginn og ég spurði hvort þeir notuðu þennan búnað og þetta er það fyrsta sem þeir slökkva. Það er fyrsta slökkva. Já. En hvað hérna með, er eitthvað búið að ákveða svona hvernig eins og hleðslustöðarnetin verða á þjóðvegunum? Eru þið eitthvað að spá í það? Eða? Já, sko, Evrópusambandið er náttúrulega með mjög grimmar reglur. Já. Ég man nú ekki, er það ekki bara 40, 50, 60 kilometra? Það er eitthvað svoleiðis, já. Og þar hafa menn til dæmis sagt bæði í Svíþjóð og Finnlandi og Noregi er þetta líka en af því hinn er nú Evrópusambandið ekki Noregur, þeir eru svo við. Þar segja mér bara sko, í dreifbýlulandi, Norður-Svíþjóð, Norður-Finnlandi, þá er þetta galið. Já. Við getum ekki gert þetta. Nei. Þannig að við ætlum ekki að gera þetta. Og það er þá einhver undanþágur í það eða? Það gæti, sko, ef þetta verður innleitt í EES-samninginn, þá gætum við þurft einhver undanþágur og þar höfum við þá Svíana og Finnana og einhver liti Norðmennina með okkur. Já, já. En hins vegar þá þurfum við að gera einhvers konar svona reglur. Já, það er alveg á hreinu. Þannig að, en þær þurfum bara að vera okkar, sko. Já. Þannig að við erum að, þú veist, við vitum að það eru konar stöðvar eins og þarna á N1 er að byggja þetta svolítið upp, sko. Og svo náttúrulega Tesla stöðvarnar sem eru ansi öflugar og sko, það sem maður hefur áhyggjur út á landi er að annars verður þetta of strjált, það verður of langt á milli og að aflið það séu of hægvirkar. Já, já. Það er bara, það er náttúrulega ekki, það er ekki hægt að hafa sama afl alls staðar eins og kom fram þegar við ræddum orkuveituna að við erum að tala sko, kannski staðan eins og hún er í dag, þá þarf kannski ekki að fara upp í 250-300 kW stöðvar sem að bílarnir taka ekki við þessu. Nei. Þú veist, við erum að tala að þessi tekur núna, það eru 120 minni, það þykir bara alveg ágætlega hátt. Nýr kínversku bíl hjá iWays, hann er að taka 90. Já. Það er ekkert gert ráð fyrir að þú sért bara að fá þér eina pulsu og bílinn sé tilbúinn. Nei. En nota bene, þetta er þannig að eins og ég er búinn að nota þennan bíl í rúmt ár og ég hleð hann heima á nóttunni. Já. Og það finnst alveg sem sagt hjá venjulegri fjölskyldu, svona 4 manna fjölskyldu sem kaupir sér svona bíl á svipuðu verði. Já. Að það finnst alveg á veskinu bensínlega séð. Algjörlega. Þannig að og það er alltaf verið að tala um það í þessu rafmagnsheimi eða bílaheimi að þú hleður bara eins og þú þarft ekki að hlaða bílinn alltaf upp í topp eins og í toppum alltaf bensínbílarna sko. Nei, það fyrir bara eftir notkunni. Já, já. Og svo er það eins og með er eitthvað að byrja hjá Vegagerðinni að eru þeir komnir með eitthvað í þegar þeir eru að byggja vegi að hafa þessa hluti þú veist, eins og einhverja stýringar eða eitthvað svoleiðis. Nei, þeir eru ekki byrjað að setja þá í held ég. Nei. En þeir eru farnir að huga að þessu og 5G uppbyggingin hún er þetta hugsuð þannig líka sko já að við séum að fara þangað. Akkurat. Og ég er ekki alveg með þá hreinu hvort að veginnir eins og þeir eru að gera þá hér bara svo upp í Mosó til dæmis sem er verið að breikka
veist að ég held að þeir séu með þetta í huga, að þeir séu komnir þangað að það þurfi að byggja það upp sem slíkt stýrikerfi því að þetta tekur náttúrulega mjög langan tíma sko. Það gerir það. Og þetta er náttúrulega að byggja líka á því að fjarskiptakerfið sé vinni hnökralaust á þeir stöðum sem að boðið upp á svona. Já. Og ég held að fjarskiptafyrirtækin séu líka algjörlega meðvituð hvað sé að vera að gerast sko. Já. En þannig að þið eru alveg að... Við erum svona á tánum, en við erum sko. kannski ekki farin að framkvæma mikið. Nei. En sko undirbúa löggjöf, vera undirbúin í hönnun og allt þetta, það er að gerast. Já. Þannig að það er alveg má segja að það sé verið að styðja við orkuskiptin inn í framtíðina. Algjörlega, og síðan eru við náttúrulega hugmyndir okkar í sambandi við orkuskiptin. Við höfum þetta verið að setja sífellt metnaðarfyllri markmið fram sem land og þá líka í samgöngunum og við erum raun og veru að herða upp orkuskiptin á vegunum og bílunum og reyna að ýta undir hvað gerist síðan þá bæði í skipum og flugvélum. En í bílunum þá hefur því verið haldið fram að þetta sé gangi of hægt á meðan að við mörg hver hefum sagt nei, þetta er að ganga mjög hratt og svo gerist þetta bara allt í einu sko. Það er ekki nema nokkur ár síðan að stóru bílafyrirtækin eins og þetta bílinn sem við erum að haka núna þeir þóttist ekkert vera að þróa neitt sko. Nei, það var alveg rétt. Rafmagnsbílar sko, þeir voru bara að baka tjöldin, eðlilega. Þeir eru búin að vera að þróa díselmótorinn og bensínmótorinn í 100 ár og auðvitað vildu þeir halda áfram að nota hann. En það má alveg til sanns við að færa. Við erum á Volkswagen ID4 og það komið fram. Við erum að vinna þetta með Heklu og Allt í einu komin alveg fjölmargar tegundir hjá sko bílaumboðinu hjá til dæmis hjá Volkswagen sko. Bara fjölmargar. Mjög margar típur og fyrir 5 árum voru þau bara held ég mjög fáar. Þannig að þetta er að gerast mjög hratt. Við vorum bara, það var bara Nissan Leaf einu bílarnir frá 2012 held ég. Og svo hefur þetta orðið fjölbreyttara og tæknin er allstaðar þessi sama. Það er verið að nota akreinastýringin og þetta skynvata hraðastill í dæmi, það vinnur þannig að það er bæði í þessum radar á bílnum og líka í leiðsögukerfinu. Það er misjafnt eftir bíltegundum. Við erum að reyna að styðja við þetta í þessu regluverksumhverfi og undirbúningnum af framkvæmdunum bæði hjá Vegagerð og einkafyrirtækjunum í fjarskiptum og allt það. Síðan í sambandi við orkuskiptin þá erum við að halda áfram að gefa svona miklar ívilnanir bæði á nýorkubílana fella niður vaskinn og aðflutningsgjöldin og svo hingað til þá hafa þessi bílar þar af leiðandi heldur ekkert verið að greiða fyrir notkun á vegunum. En það er að fara að breytast með vaxandi fjölda þá er í raun og veru tekjur ríkisins af umferðinni af hraðalækka sem þýðir ef við ætlum bara að nota þá fjármuni til dæmis í Vegagerð að þá munum við hafa miklu minni fjármuni til Vegagerðar heldur en við höfðum áður. Þannig að það er svona, við erum að fara í einhvern tíma þar sem að við munum halda áfram að veita ívilnanir til stofnkaupana en við munum sjá að við förum að borga eitthvað fyrir notkunna. Og svo þegar þetta verður gengið alveg yfir þá verðum við meira og minna með notkunargjöld. Verðum við ekki að horfa til þess að en ekki eldsneytisgjöld. Nei, ég er að segja það. Það þarf að við erum að nota vegina og það hlýtur að það getur vel verið að verða einhver kolefnisskattur á þá bíla sko. En fyrst og fremst erum við að fara. Það getur vel verið að taka einhver tíma en sem sagt við munum fara þangað. Og sama hátt munum við þurfa að greiða fyrir einstakar nýjar framkvæmdir eitthvað hærra gjald. Það er auðvitað hægt að hafa mismunandi eftir hvort þú ert á nýorkubíl eður ei. En mér finnst svona líklega að það verður einfaldara að gera það með öðrum hætti. Þannig að það verður
einhvers staðar heyrðum við það að ætti að fara að tengja þetta þyngd bíls. Er það eitthvað sem að... Já, það er eitt af því sem við verðum að skoða. Já. Þetta mun væntanlega gerast, eða ákvarðanirnar munu vera teknar á þessu ári svona næstu ár. Já, já. En svo búast mjög margir við því að inn í framtíðina að þá verði sem sagt einhvers konar kubbar. Já. Þeir eru auðvitað til í Evrópu í stóru bílunum, flutningabílunum. Og það er eitt fylki í Bandaríkjunum sem hefur verið með þetta. Þetta er bara kerfið og dýrt ennþá og ekki fullkomið. Og þá getum við raun og veru farið að nota þessar kubba sem stýrigreiðslur. Það er að segja að veginni kosti kannski mismunandi mikið eftir álagstímum og aldri, gæðum og þá borgum við bara eftir á. Bara eins og við borgum símagjöldin hérna fyrir 10-15 árum. Þetta er ekki galin hugmynd. En sko það er búið að tala um í 10 ár að þetta sé alveg handan við hornið en þetta er ekki enn komið sko. Nei. Þannig ég skal ekki segja. Það er nú svona bara hipsum haps hvað kemur eins og með... Já, svo veitum ekki hvað kemur sko. Nei. Af því að tæknin er svo röð. Já. Í raun og veru. Það er það sem að maður býður alltaf eftir í nýjum bíl hvað skildi vera nýtt í þessu. Já. Það er svona verið að setja ykkur að dúska á núverandi kerfi. Já. Finnur það alveg. Þannig að við erum að náttúrulega fara gegnum alveg svakalega mikla breytingatíma, bæði hvað varðar bílana sjálfa, getu þeirra og tækni, en líka orkuna sem þeir eru keyrðir á og það kallar á verulega breytingar í umhverfinu okkar. Sko. Og við erum kannski svona meðvitið það en við munum örugglega þurfa að hlaupa þegar það kemur. Já, það er bara sama og til dæmis Volkswagen gerði og fleiri bílaframleiðendur þeir hlupa á stað þegar einn framleiðendur var komið mikið lengra og það er bara eins og það er. En það er sem sagt auðheimilegt að það er verið að gera fullt af góðum hlutum. Það fylgst með þessu og það er bara það sem er gott í málinu. Já, það er nöðsilegt sko. Tökum það besta frá kannski þessum þjóðum sem við horfum til. Það er meiri háttar. Já, við vorum til dæmis að skoða sko einmitt í að fyrirmynd Finnana að samtvinna samgöngur og fjarskipti. Í eiginlega samráðundinu svona svolítið. En svo fórum við reyndar aðra átt núna sem fjarskiptin fóru í sérráðuneyti en það kallar hins vegar bara á meira samstarf á milli. Þetta mun blandast saman þar þessi tækni og alls saman við þessar vegabreitingar og það. Hann segir mér að hraðin ég sé komin yfir hraða hérna. Hann segir það? Já. Það verðist vita að ég er á 60. Já. Þá stýrið þig sjálfur. Þetta er svona... En hvað eru komin mikið af svona bílum, margar tegundir sem að hafa þessa getu og þeim fjölgar náttúrulega bara? Já, það eru ansi margir sem eru konar með, sko það er ekkert bara bundið við rafmagnsbílana. Nei. Þetta er til á Ford Explorer og svo náttúrulega öllum þessu rafmagnsbílum er hægt að fá þetta sístæð með. En það er eins og það er ekki standard í öllum bílunum. Sko. Eins og til dæmis á Mercedes þá þarf maður að kaupa þetta sér. Ef ég fer stillan bara hámarkshraðan sem ég má fara á 90. Hann fer aldrei ofar en það, ég ætla að leyfa honum það ekkert. Þá á hann að lesa núna. Hann verður alltaf að stýra og þú veist, ég leyfa honum ekkert að fara á 80 hérna. Nei. Þó að sé leyfilegt kannski 60 hérna. Beygjunni? Í beygjunni. Þá verður maður að ráða þægilega við hann sko. Nú er ég komin bara með hann á krúsið aftur. Hérna sérðu að það sé beygja framundan. Hann les sem sagt það séu hringtorg og svona dótar ég á leiðinni sko. Nú fer ég bara hérna yfir. Sett hann hérna eins og ég sjá, nú kemur hérna 80. Jú, hann fór niður í 80. Hann tók þetta? Hérna tók hann það. Og svo skulum við keyra hérna upp yfir og sjáum við hvort hann lesa þarna 50 skilti á þessar akri. Hérna er hann bara komin á 50 alltaf. Nú er hann komin á 80. Hér stendur 80.
50 hérna, hann er alveg ruglaður. Út af annars vegar þá er þetta merkt hérna 80 og 50, 80 og 50. Hann ruglar þessu saman. Og stundum lesa hann ekki skilting greinilega því að þau eru ekki sjáanleg fyrir hann eða eitthvað svoleiðis. Já, hann vettaði hvort þú voru að há hérna Já, á sæbrautinni. það getur spilað inn í. Benz fór þá leið að setja þessa nýju orkugjöf og rafmagnið bara í eiginlega núverandi bíla. Já, Á meðan já. að Volkswagen, Skoda, Audi og Fóru og hönnuðu bara já, sinn rafmagnsbíl. nákvæmlega. Og Kia hefur gert þetta að einhver leyti, sett bara í núverandi bíla og svo með þessa nýju típur eins og Kia EVAP 6 bílinn sem er algjörlega nýr bíl og Hyundai líka. Þannig að menn eru bara að finna líklegast sína leið í dæminu hvað reynist best. Þetta er alveg gríðarleg þróun en það er engin spurning sko að þrátt fyrir innviðirnir sem ekki komnir út allt land að þá geta mjög margir verið með semst bíl númer 2 sem rafmagnsbíl. Já. Eiginlega alls staðar. Já. Og svo kannski eins og hér eru það kannski fyrst og fremst þeir sem eru í fjallaferðum eða með stærri bílana því það bara ekki voru nægilegt úrval heldur. Já, ég held að sko, menn segja alltaf 90%, allavega 85% af svona venjulegri notkun fjölskyldu gæti farið fram á svona rafbíl án vandræða. Já, og sparnaðurinn er umtalsverður Umtalsverður sparnaður. í hérna eldsneytinu. Já. Ég sé það og það er ekkert mjög mikið sem að rafmagnsreikningurinn hækkar. Nei, það kemur bara óvart. Það er bara mjög lítið en þú ert að hlaða á nóttunni og Já. Á minnsta álagstímanum og svo hérna er bara svo gaman að keyra þetta. Þetta er allt verið sér viðtökur í þessu bílum og þeir fara mjög vel með mann. Fara vel með mann, þetta eru bara fínir bílar. Já. Hann er algjörlega samkeppnishæfur við valkostinn, Já. hérna tegund af orkubílum. Já. Fyrir við hérna bakvið. Þetta er flott. Þarna er komið hleðslukerfi hjá okkur. Hér er leiðslukerfi. Eru allir ráðherrabílarnir orðnir Já. tvinn eða? Já. Sumir hreint. Já. Það er svoleiðis. Nei, þetta er fínn bíl. Þetta er mjög skemmtilegur bíl. Hann stendur alveg fyrir sínu þessi og það gera þeir flestir sem eru á markaðnum. Já. Okkur finnst Teslan æðisleg, okkur finnst líka margir aðrir æðislegir eins og Volkswagen, Skoda, Audi, Kian, Hyundaiinn, Toyota er að koma núna með alrafmagnaða bíl, fyrsta bílinn. Já. Og svo er það náttúrulega eins og þessi nýju kínversku, þetta eru ofsalega skemmtilegi bílar eins og iWays sem að Suzuki umboðið með, heitir Watt í dag. Það er meiri átta bíl. Og svo eru bílar eins og nýju MG bílarnir sem eru í rauninni með þessu gamla breska merkja. Þetta er kínversk bílar. Og það má alls ekki gleyma Volvo og Polestar sem eru flottu bílar. Ég þakka þér bara kærlega fyrir að koma í bíltúr með okkur og vona að það hafi verið allt gaman að þessu. Gaman að þessu.